Aron Snær Júlíusson, til hamingju með titilinn. Takk fyrir það. Þetta var, heilt yfir mjög gott gólf hjá þér í þessu móti, eða ekki? Já, þetta var bara nokkuð solid. Ég veit ekki hvað ég átti að gera betur. Hvaða hugmyndi varstu með þegar þú komst hingað? Þú ert náttúrulega búin að vera oft í baráttunni, þannig að þú ert ekki að koma hérna til að stefna á annað en sigur, eða það? Nei, ég ætlaði allan tíman að vinna. Það var kannski erfið byrjun á mótinu en svo bara smallið allt saman. Hvað var það sem var erfitt hjá þér fyrsta daginn? Ég var bara að gera alltaf mikið af mistökum. Ég held ég var með 2 eða 3 double-bogey sem er alltaf mikið á þessum velli. Þetta var síðan alveg þræl spennandi hjá okkur, alveg svona kannski, þú náðir svolítið fórust, þó nokkru fórustu svona á síðustu 9 hólunum. Þú varst að halda, hvað maður segja, vel hausnum í dag, halda vel haus. Já, ég held að þetta fór aldrei meira í heldur en 2 högg sem ég átti á það, sko. Þannig mér leiði alltaf þanniglega vel út af velli. Já, og var svona sama hugsun hjá þér í dag á lokadeginum svona eins og hina? Það er náttúrulega alltaf meiri spenna. Já, ég var kannski aðeins að sækja meira á fyrri og svo sá ég átti ykkur 5 eða 6 högg og þá var ég svolítið bara að slá á miðgrín og reyna að fá pör. Já, þetta var svona svolítið þægilegt fyrir því á síðustu 9 hólunum og þá áttur orðið nokkur högg þarna. Já, algjörlega. Það var kannski aðeins of þægilegt. Maður getur stundum alveg mistið bara þegar maður alltaf mikið að höggum, sko. Eins og þú segir, þá ertu búin að bíða lengi eftir þessum titli. Hvaða þýðingu hefur þetta? Getum við spurt að því? Þetta er alltaf fyrsti Íslandsmeistaratitillinn minn. Ég hef aldrei orðinn Íslandsmeistari, ekki í unglingahlokka heldur, þannig þetta er stórt. Hvað tekur svo við hjá Aroni á næstu dögum? Það var bara eftir að koma í ljós. Vonandi ykkur mót erlendis núna í haust, en annars bara á eftir að koma í ljós. Ertu að gæla við atvinnumennsku áfram? Já, ég ætlaði að gerast atvinnumaður fyrir alveg ári síðan, sko. En þetta COVID kom, þannig. Hvernig verður það hjá þér í haust? Ætlarðu að reyna við úrtökumót? Úrtökumót náttúrulega er ekkert úrtökumót fyrir Evrópumótaröðina. Það er búið að cancela því, þannig þetta er svolítið bara óvissa eins og staðinu núna. Þannig menn verða bara að vera þolinmóðir og fæja bikarinn heima og svona og bíða eftir að komast í atvinnumennsku? Já, ég er á besta aldri, þannig það er ekkert stress. Eitt atriði sem er eftirminnilegast eftir þetta mót síðustu 4 daga? Bara, ég veit ekki alveg, slátturinn. Mér fannst það að vera alltaf bara mjög solid, sko, og aldrei neinu vesinni þanniglega. Það skiptir máli hérna á Jaðarsvelli. Já, algjörlega. Þetta var bara ógeðslega gaman. Til hamingju. Takk.